Sælir. Ég ekki að sæl, það engin steppa. Svona sælir okkar. Þegar ég lít nú yfir sviðið þá sé ég að það nú skýrsla margir hérna, svona þetta helmingunum sem aðeins minnstakosti nú gamalli þess að hafa smíðað hérna fyrstu senda með lömpum. Og við getum verið að sagt sko að þróunin hafi verið sko lampar og þá hleyp ég nú yfir nystasendana sko. Lampar og síðan það sem að ég kalla tvískeyttir nórar. Og þið hafa nú séð þetta svo sem að prentið frá mér, tvískeyttir nórar. Það er að segja bipolar transistors, venjulegir bipolar transistorar. Og síðan koma hérna þessir fjallar. Og við erum sem sagt nokkuð margir hérna sem smíðum okkar fyrstu sendaðu lömpum og við vitum það að að smíða hérna, en þetta er það magnarar lömpum? Jú, menn sumir gera það ennþá sko. Og svo eru sumir sem eru byrjað að smíða aftur með eldgömlu lömpum sko og gamaldags tækni svona. Og útpússaðar reikaplötur með postuli standoffum og svona bara fyrir nostalgíuna sko. Og aldrei undan að við gerum það þegar að eitthvað í þessu stíl hérna sko. Þegar hérna maður festi hérna stein. En þið munið það kannski að lamparnir létu bjóða sér það hvað sem var. Það var mjög erfitt að skemma það nema á klokkum tíma. Það var náttúrulega hægt að ofhita það, þannig að fór að breyta á plötuna sko, eitthvað svoleiðis. Ómiklu strömi í ólangan tíma. En þeir þoldu hvaða innbyttan sem var. Það var alveg sama þó að snar breytti álagsinnbyttansun sem að gerði þegar maður var að tjúna til dæmis tankrásina inn og út úr resonans og þegar maður var að stilla álagið. Maður bara hækkaði álagsvinna á lampanum, maður vildi minnka sendaflu, það bara nótaði maður minna, stilti aftur, dippaði aftur í resonans og ekkert mál. Síðan fóru menn að bjástra við þetta svona upp úr 1960 eða kringum 1960 að nota transistorana sem þá voru komnir. Og ég einhvern veginn leiddist nemminn á þessar brautir þegar ég var að vinna við hérna Bjarna Magga á radíóstöðinni gamla daga. Þá lendi í því fyrir hann Ríkard Sumarliða svona að eyðileggja alveg fullt af transistora sem maður brenndi yfir þegar maður var að gera tilraunir til þess að búa til transistorsenda. Og ég segi nú stundum að tvískeyttir nórar, þeir eru svona gallagripir í senda. Að þetta er svona álíka vitlaust þess að mér leysi þetta það í hug sko að búa til vél sem að nýtti sprengingar til þess að búa til mjúka hringlagar hreyfingu, bara ég að tala bara um bílvélina sko. Og þetta, manni finnst þetta sumlítið dálítið sko fáránleg hugmynd og svona fyrirfram, en bara með þrotlausri þolinmæði, stöðugum endurbótum, og þá hefur það tekist náttúrulega með bílvélina og með þess að þegar hún er enn í gangi. Nátt fyrir spárum eitthvað annað við að síðustu öld að bara túrbínur og svona tækju yfir í venjulegum bílum, en það var ekki orðið. Og það er alveg sama með tvískeyttu nórana. Þeir eru ennþá alls ráðandi í hérna sendum svona amatörtækjum sko og menn hefur tekist að temja þetta. Gallarnir, ég ætla að tala svolítið um bjögunina hérna þetta á eftir. En gallarnir meðal annars eru þeir að það þurfti voða lítið út af að bera. Þegar álagið, spennupúlsa og straumpúlsa og svona þá fóru þeir. Það var ekki svona lamparnir sem maður mátti bjóða ýmislegt þegar maður bara gerði það ekki of lengi sko. Þegar að við vorum hérna með nýliðastarfið á sínu blómaskeiði þegar hann var ungur. Ég fann að draga með tilkar hérna eftir hvernig þetta er í þessu sko. Það er nú langt síðan. Þá vorum við að smíða sér, ég Halldór Kristins var líka í þessu sko, að smíða sér þessar nýliðasenda sem vorum með. Það var þegar að nýliðaleyfið leyfi okkur að vera á 80 metrum, 40 metrum og 15 metrum. Og hámarksaflið var 5 vött, bara DC sko innpústið á þetta. Og þá vorum við að reyna að hjálpa mönnum að smíða sér litla senda fyrir þessi bönd sem að voru í samræmi við þetta, skilur svona 2-3 vöttum út kannski, eitthvað svoleiðis. Og það var reynt að nota náttúrulega ódýra transistora. Við reyndum að nota bara transistora, en svo var ekki endilega sérstaklega síðan smíðaðir RF transistora. Og þá voru ýmiss konar sníkjusveiflur sem var dálítið erfitt að ráða við í þessum bipolar transistorum.
Og það tengist meðal annars við að þessu fyrirbrigði sem að þegar kannski hef talað sem heitir second breakdown. Það tengist því sko að transistorinn bipolar transistorinn hann er þannig gerður sko að ef hann hitnar þá dregur hann meiri straum. Og þegar hann dregur meiri straum þá hitnar hann meira og dregur enn meiri straum. Þannig það er alltaf hættan á þessu sem kallað er thermal runaway. Og þegar þetta er notað í hátíðnirásum, þá gat þetta gerst sko bara lokalt. Þetta væri transistorinn hérna, þetta er kollektorinn, svo er baseinn hérna og svona og svo er emitterinn hérna. Ef að þessi partur af transistornum hérna, þessi straumleið hérna, ef að hún hitnaði svolítið meira heldur en restin af kristallum, þá færðist straumurinn hingað yfir og þá hitnaði þetta ennþá meira. Og þá varð svona lokal hrun. Og það sem að við vorum alltaf að berjast við og ekki bara við, þetta er svona fólk út allan heim, að þá gat komið svona sveifla í þetta sem að var eiginlega kvæs og ég kalla þetta Nóra kvæs í einhverjum bæklíki sem ég skrifaði fyrir nýlega gamla dag. Nóra kvæs. Og það kom fyrir ég held tvisvar sinnum og kannski stöðvarstjórinn þáverandi geti staðfesta að loftskeytamaður og Gufunes radio hringdi í hérna, ég held að verið 2 nýlega sem urðu fyrir þessu, að þeirra sendar fóru að hvæsa og þá er þetta bara breiðbandssuð. Þá er bara hrun sko, það er óreglubundinn straumur sko, það er bara eins og þegar eitthvað húrrar niður sko, óreglubundið, engin sérstök tíðni, heldur alls konar tíðnir í þessu. Og fengu rapport það þeir skildu stoppa eins og skot fyrir þeir heyrðust á öllum bylgjuleitum í Gufunesi. Varstu eftir þessu, Stefán? Og hérna, þetta var sem sagt náttúrulega erfitt að eiga við þetta, að vísu þegar menn fóru síðan að búa til sko sérstaka RF transistora til þess að reyna að ráða bót á þessu, að þá var það þannig að þeir voru með marga emittera svona. Það voru margir emitterar og svo inn í transistornum að það var svolítið viðnám í seríu við hvern emitter svona og þetta var til þess að reyna að jafna strauminn. Þá var emitterunum dreift sko hérna svona yfir flatarmálið og síðan voru notið þessi viðnám til þess að reyna að jafna strauminn yfir flatarmálið sko, til þess að draga úr þessu. Og þetta gerði það að RF transistora þeir eru dýrari að kaupa, dýrar að kaupa heldur en þessir audiotransistorinu sem við vorum að reyna að nota. Nú svo vissu menn með fetana að hérna, þeir voru eiginlega lausir við þetta hættun á thermal runaway. Málið er að ef að feti hitnar, þá minnkar straumurinn í honum. Þannig að þó maður væri með feta sem er mikið flatarmál, ef að einhvers staðar hitnað og mikið í kristallum, þá bara minnkaði straumurinn þar og straumurinn færist yfir á kaldari hlutina. Þannig að það var sjálfvirk dreifing, reglur á straumdreifingunni. Svo að því var mikið haldið fram og með réttu að feta væri lausir við second breakdown sem var aðal vandamálið fyrir þetta Nóra kvæs. Svo þess að menn horfðu vonaraugum til feta. En í kringum 1970 þá voru skrifað, ég sá allavega eina, minnstakosti grein, svona akademiska grein þar sem að það var sýnt fram og sannað að fetar gætu aldrei komist upp í mikið afl. Greinin sýndi fram á að hérna, það yrði svona takmarkað við svona eitthvað 20 vött eitthvað svoleiðis. Og ég man eftir hérna upp úr 70 þá fréttist að Rússar höfðu búið til feta sem að réði við svona 2 vött. Og KRP fólk svona út allan heim sem voru mikli dellu kalla sko, þeir höfðu út alla klær til þess að reyna að fá svona feta frá Rússlandi sem að ráði við svona 2 vött. En það sem að var prófað sko með fetum, sem sagt bara á litlu afli, að það staðfesti það að þetta kvæs var ekki vandamál sko. Ástæða fyrir því að menn töldu að fetarnir gætu ekki ráðið við mikið afl, það kannski liggur í því að ég teikna aftur hérna svona típiskan bipolar transistor. Þetta er kollektorinn hérna, baseinn hérna og emitterinn diffúterar hérna niður í. Þannig að þetta væri N-efni, þetta væri P-efni og þetta N-efni. Emitter tenging hér, base tenging hér og ef þetta á ráð ykkur power að þá er
þessi kristall, hann svona soðinn bara á málmskífu. Nú hefur gott að hafa bláan til þess að sýna málm, þetta málmur. Þetta botplatan sem þið þekkið vel á alls konar þránstórhúsum, málmplatan sem þið getur skrúað á kælingu. Hitamyndun sko, spennufallið fyrst og fremst hérna við kollektor, hérna milli kollektor og beis hérna. Hérna verður sem sagt aðal hitamyndunin, hún verður hérna á þessu svæði hér. Þá getur þetta verið nálægt með því að hafa bara skífuna nógu þunna, að þá getur þetta verið mjög nálægt sko kæliplötunni eins og sjáið, þar sem að hérna aflið eyðist sko. Við getum haft þetta mjög nálægt. Þannig að varminn á mjög stutta leið hérna niður í kæliplötuna sem að er undir. Fetarnir hins vegar, þarna alveg vel fram yfir 1970 sko, og ástæðan fyrir því að menn sjáðu að þetta væri ekki hægt með fetum. Þetta skífan svona, kristallskífan, en fetarnir eru svoleiðis að straumrásin í þeim mynduð hérna á milli sko. Þetta sós og þetta hérna drein. Og þá öll kristallskífan á milli og hún leiðir varma ekkert rosalega vel. Og hérna, þannig að við reiknuðu það út að það aldrei eftir að komast upp í mikið afl út af þessu. Þá var það, sko, þetta þá þannig, þetta P-efni og þetta N og þetta N og svo myndast N-rásinn hér á milli með breytilegu viðnámi sem stýrir straumnum í gegn. Og stýriskautið þá geit sem bara svo þéttir hérna, bara plata hérna innan frá, hérna við yfirborðið. Þetta sem sagt feti. En svo voru einhverja snillingar sem að leta svo detta í hug að bara breyta venjulegu svona power transistor í feta. Og það var fyrirtæki Siliconic sem gerði þetta fyrst svona 76 eða eitthvað svona sem ég ræði. Allavega svona áliðnum 8. áratugnum og þá grófu þeir skurð hér í gegn og þeir kölluðu þetta VMOS. Og þá hafið þið hérna N og þið hafið N og svo P hér á milli, svo þarf að mynda rásina. Síðan felldu þeir út málm hérna ofan í skurðinn og þá voru fetarnir hérna bara eins og mórönd, eins og öskulag í skurðbakkanum, sikkur megin. Þannig að það var einn feti hérna megin og annar feti hérna megin. Þannig að rásin var komin hingað niður, sjáu þið, svona, og beisinn afskaplega þunnur, mjög þunnur. Þannig að þetta var komið á sama stað. Að dreinmekanismin hérna, þar sem að varmamyndunum verður, bara eiginlega á sama staði í kristallskífunni eins og var með bipólarstafstorðanum. Og þarna bara í framhaldi af þessu þá rauk þetta alveg heilt upp. Þeir fengu einkaleyfi á þessu Siliconics-menn, þessu V, og þá voru 2 stýringar í gangi sem þetta báður hafi komið frá Siliconics, bara sikkur manninum. Eitthvað sagði þetta héti VMOS, að það var grafið svona vafflaga skurður. Og þetta var bara notuð svona æting, þá notuð eitthvað svona flússýra eitthvað svolítið þess að éta sig niður í kristallinn sko og gerði svona skurði. Þeir fengu, en aðrir héldu fram að það var að því að nú, sko vandamáli hér var þessi lárétti straumgangur hérna við yfirborðið, vitlausu megin við kæliplötuna. En hérna komið lóðréttur straumgangur í gegn, þessi að vertikal straum, eins og í bipólar. Þannig að það var eiginlega lykilatriðið. Svona sumur sáðu að vaffi þýddi að þetta veri vertikal straumgangur í þessum feta. Síðan komu margir framleiðendur eftir. Það virtist vera að þetta vaff væri partur af einkaleyfinu, þannig að grófu bara öðruvísi gryfjur eða skurði. Til dæmis hérna yfirlega rectifiers, að þeir grófu svona, sko, þeir notuðu eitthvað aðferð við ætinguna og kristallstruktúri hjálpaði sjálfsagt til að það urðu svona, ég hætti kannski oktagonal hjá mér, ég held að það átti að vera hexagonal, 6-hyrningur sko, sem að þeir grófu niður og það getur hexfetar, þetta vist 8 hot hjá mér, en sem sagt tilsvarandi þá með 6 og grófu bara svona skurði, eða svona hólur niður í gegn á mörgum stöðum. Og þannig með alla þessa aflfeta að þetta rauninni sko hliðtengingar á aragrúa feta sem að sko það alveg aragrúa svona hólum niður í gegn og innan í sneiðingnum sko, þetta svo mógrafir og innan í sneiðingu sjáum við öskulagið sem að upphaflega beislagið í gamla bipólar-power-transtornum og þar hringinn í kring þá eitt feti. Og þeir skipta kannski 1000 sem inn í pakkanum sko einum
einum svona gerðarlegum aflfeta. Og þarna ekkert vandamál að hliðtengja rauninni þennan fjölda af fetum. Hérna voru þeir tveir, bara við einu skurði, tveir hérna megin og hérna megin. En það ekkert vandamál að hliðtengja þá. Út af með þessu að ef þeir hitna, ef eitt feti hitna, þá minnkar straumurinn í honum og straumurinn færist yfir þá sem eru kaldari. Þannig að það jafnast alveg straumurinn á milli þeirra. Án þess að þurfa að vera að nota eitthvað sérstök viðnám til þess að stjórna því. Og þegar komið þessi fyrstu vímósfetar frá Silikóni þarna 70 og, maður ekki 6-7 eitthvað svoleiðis, þá voru svolítið fljótir að prófa að stinga þeim í útganginn á þessum dílaða sendur sem voru með og það alveg tilfellið að það var aldrei eitt vandamál með þetta nógafæs upp frá því. Nú það annað sem að gerir það líka að manni finnst aflfetar vera efnilegir í senda. Og það að þið vitið að ef við ætlum að varðveita bylgjuformið á umlíkinu á einhverjum merki sem við sendum út sem hefur einhverja styrkmótun og þó sé með single sideband og búin að taka karrierinn og annað hliðarbandi þá samt sem áður en þá stór hluta upplýsingarnir fólknir í umlíkinu styrksveiflun og útsendingunni. Þá þarf að vera helst línulegt samhengi. Þannig ef að þetta væri spennan hérna, U-inn hérna, að þá þarf þetta að vera spennan út og bara bein lína sem að tengir þetta saman. Ef þið skoðið nú stýrikennilínuna sem að kallar, það að segja hvernig straumurinn stýrist af stýrispennunni, að þá það dálítið ljótt fall fyrir bipóla transfóra. Þetta stýrispenna sem að sett inn á base og þetta straumurinn í gegn. Að þá það einhvern veginn svona bogin lína sem að hefur þennan eiginleika að straumurinn hérna, hann í réttu hlutfalli við einhvern fasta og síðan kemur stýrispennan hérna í veldisvísin. Þetta væri stýrispennan hérna á móti einhverju fasta, vel að kalla UT, svona. Þetta réttu hlutfalli þetta. Þetta nú eiginlega einhver svona mest krömmi beygja sem að hægt að hugsa sér. Hún óskaplega skítug. Þannig að ef að við til dæmis reynum að varpa hérna fallegur svona sínuslagamerki með einni tíðni, að þá bjögunin sem að verður á þessu, þetta verður einhvern veginn svona, hún alveg hrikaleg. Það myndast alveg gríðarmikið af yfirsveiflum sem sagt og ef það eru fleiri en ein tíðni hérna samtímis, eða svona fleiri í tali, þá intermodulation á milli líka koma fram alla mismunatíðnir og summutíðnir og það að bæða tíðnum sem eru með og síðan yfirsveiflunum af því. Eins og alltaf gerist með ólínu. En þetta eitthvað versta sem við getum verið með, að það svona. Þetta eitthvað svona ljótasta ólína sem hægt að vera með. Að það þetta sem kallað veldisvísisfall af því að stýristærðin hérna í veldisvísinu. En lamparnir eru frekar það sem að kallað veldisfall, ekki veldisvísis. Það að segja að straumun í réttu hlutfalli við stýrispennin í einhverju veldi. Til dæmis 1,5 fyrir suma lampa. Eða í réttu hlutfalli við spennuna í öðru veldi sem að alveg talið dæmigert fyrir feta. Svona. Og þetta miklu hreinni, ólína. Hún ekki nærri því eins hérna yfirsveiflu og millimótunar vindandi eins og þessi hér, hún mýkri. En það hafið heyrt talað um það að margir svona áhugamenn ádiómagnara, þeir eru farin að taka upp á því aftur að smíða sér magnara með lömpum. Af því þeir segja, jú, það svolítið bjögun í lömpum, við vitum þetta bara svo falleg bjögun. En svo kom í ljós með þessa aflfeta. Litlu fetarnir, þeir fylgja eiginlega þessu lögmáli hérna, annað veldi, og það að vísu svona boginn fyrir, hann boginn, hann ekki eins krappur boginn, þetta svona einhvern veginn mýkra og minni bjögur frá þessu. En svo kom nú bara í ljós þegar var farið að framleiða þessa aflfeta og prófa þá. Rásin verður afskaplega stutt og það veldur því að þetta byrja svona með öðru veldi, eins og parabóla þetta kallað, en fer síðan nánast alveg yfir í beina línu.
Ástæðan fyrir því að það annað veldi að það eru 2 gegndir. Gengd orð sem að Einar Pálsson bjó til fyrir orðanefnd byggingaverkfræðinga. Sem sagt íslenska orðið fyrir mekanism. Og þið vitið að mekanism, það þýðir náttúrulega einhvers konar mekanik, einhvers konar græjur þannig, mekaniska græjur, en ekki bara það. Það mikið notað í óeiginlegri merkingu, það hvernig eitthvað gengur fyrir sig. The mechanism of this and that, hvernig þetta gerist, hvernig þetta gengur fram. Og hann bjó til þetta orð gengd, sem þýðing á mekanism, og mér finnst það bara mjög gott. Og það eru bara 2 gengdir sem að valda þessu öðru veldi. Í fyrsta lagi þegar þið hækkið stýrispennuna á feta, þá hækkið þið spennuna yfir rásina. En ekki bara það, rásin breikka líka og leiðir betur. Þannig það gerist 2. Og það margfaldar saman og þess vegna kemur annað veldi. En þegar að rásin svona stutt, eins og hún í þessum fetum, við þessa yfirborðsfeta gömlu hérna, að þegar að rásin svona stutt, þá gerist það að maður ekki búinn að hækka stýrispennuna neitt verulega. Þegar að það verður bara mettun í straumnum hérna, að það, þó að maður hækki spennuna yfir rásina, þá eykst það ekki lengur strauminn. Þetta bara svona eins og, við getum bara orðað þannig, að þá komi jafnvægi á milli núningsins sem að rafeindirnar verða fyrir af kristallbindinni þegar þeir að ferðast í gegn. Þá bara komi jafnvægi að þessu núningi, þannig ef þeir reynir að hraða rafeindarnum svo meira með hefði spennu, þá tekst það ekki. Bara núningur neykst, sama skapu, þetta tekst í jafnvægi. Þetta kallað velocity saturation, eða hraðamerkun á hleðsluferrónum, eða rafeindunum þarna í nefni. Og eftir það þá það bara víkkunin á rásinni með hækkandi stýrispennu sem eykur leiðina og það bara býsna línulegt, einhvern veginn svona. Svoleiðis að þetta lofaði góðu. Nú síðan var það þannig að þið vitið náttúrulega að það var mjög merkileg saga sem frá Landssíma Íslands bara stór þáttur, mjög merkileg þáttur í innsög Íslands og það framleiðslan á talstöðum og alls konar radíótækjum í marga áratugi sem að fullnægðu bara stórum hluta af okkar markaði. Það var, þegar ég var ungur maður í þessu að vinna á Sólarsgötu, þá má eiginlega heita að allir bátar og svona þessi minni fiskiskip, allir þessi bílar, rútubílar, björgunarsveitarbílar, lögreglubílar fyrir landsbyggðina og allt þetta, tæki fyrir það sem mann voru bara eiginlega vesturleiti framleitt hjá Landssímanum. Og svo voru einhverjir sem vildu freka fá að flytja þetta inn og börnust svona flottu á móti þessu. En það var þó ekki fyrir að það var reynda búið að þróa eina single-sided-stöð til framleiðslu á símanum. SB100 var rétt, hérna ekki verði. Hérna SB100 stöðin. Og hún var svolítið framleitt en þá strax eiginlega var farið að verða vart við það að það voru einhver sem vildu kyrkja þessa innlendu framleiðslu og freka flytja inn virtist vera. Ég myndi á eina svona stöð. Já, nefnilega. Sem hefur bara gefið ykkur. Já. Svo ég fekk svolítið áhuga á því kannski hvort það vært ekki heldur reyna að halda í þessa hefð og reyna að koma staðið fyrir framleiðslu hérna. Og það var á tímabilið þegar að var að koma þegar það var skylda að breyta úr Eyjum yfir í single-sided, þá vantaði handhægra stöðvar fyrir bílana. Þá var ekkert á markaðinu sem að passaði. Það voru til stöðvar sem passuðu ekki sérstaklega vel í bíla sem voru kannski gerðar frekar fyrir báta. Og svo ég fór nú af stað með þetta og meiningin var upphaflega að ég ætla að búa til bílatalstöð sem væri talsveit ekki minni heldur en þessi. En ég vann dálítið fyrir Veðurstofuna þessum árum og það hvarflaði að mér að ég gæti búið til svona sem að gæti að vissuleyti verið æfing fyrir bílastöðina, protótýpugerð og svo framvegis. Og líka ég lagði fyrir Veðurstofuna þennan möguleika að ég gæti hannað hana þannig að rekstraröryggi væri langt og langt meira heldur en í einhverju stöð sem þeir keyptu. Og þeir féllust á þetta. Svoleiðis að þess vegna fóru út í að smíða þessa stöð. Síðan þegar að hún var búin og komin upp á Hveravöllum og svona, þá gerðist það að þá komu frá Japan inn á markaði stöðar sem voru á viðráðanlegu verði og mátulega litla til þess að passa vel í bílarna og svo framvegis.
Þannig að það var breyting á frá því ég byrjaði á þessu. Ég byrjaði á þessu sumarið 1981 og það var semst, ef maður rétt í mars, þarna mars 83 sko. Já, svona liðlega 1,5 ári seinna sem að hérna hún var komin upp á Hveravöllum þessu stöð. En þá hafði eiginlega markaðurinn breyst. Þá var ekki þörfin svo sama fyrir að halda áfram sko. Þannig að það var aldrei úr því að ég gerði meira í þessu. Ég var búinn að búa mig til sko tegundarheiti á þessa framleiðslu af afurðir sko. Þetta kallar þetta 3DX og þetta er 3DX típu númer 001 eins og við sjáum. Nú Sko, hérna hafa hún sagt að það vantaði bakkar frá yfirmönnum Símans með að framleiða. Sko, þeir voru eitthvað ábyrgmingar eitthvað og þannig að vinur okkar fekk ekki mikinn stuðning held ég. Nei, mér finnst þetta dálítið sorglegt að þetta fór og ég svolítið líka oftast, ég bara veit það ekki en kannski einhverju vita þar betur ég en það er eitthvað sem ég finnst að þurfa að athuga hvort að menn hafi ekki borið gæfu til þess að halda til að haga á gögnum þetta þegar stofnunin var seld. Því ég vissum að á teiknustofunni niður við Austurvöll þá var alltaf í gamla daga, það voru öll tæki teiknuð þar upp þó maður var að teikna eitthvað sjálfur sko upp á radíóverkstæði þá fór allt niður og það var hreinteiknað af teiknurum sko og það voru varðveitt eintök af öllum teikningum þar eftir sem best vissi allavega þegar ég vann þarna. Og þetta var náttúrulega ómetanleg saga fyrir sko þinnsögu landsins og ef þetta hefur glatast núna í þessu umróti bara allra síðustu ára þá er það náttúrulega stór slys ef það er. Líka bara eintöka, eða eitthvað eintaka sem stöður? Akkurat sko, akkurat og þá var nú hann Óli Örnóls betur en enginn maður í því sko. Og ég er líka hræddur að svoleiðis hlutir hafi glatast sko. En hvað það? Að hérna ég get nú kannski byrjað á því að sýna ykkur sko það var, ef ég tala fyrst þetta með línaritetið í fjöldunum svo kom nú reyndar í ljós að það, þegar maður er komin upp á háatíðni þá nær maður nú þessu ekki alveg og ég ætla kannski bara að byrja á því að rekja þá sögu fyrir ykkur sko fetarnir sem ég notaði, þetta voru hundódýri fetar. Þeir pöntu þetta fyrir mig hjá Smith & Nolland og ég fekk stykkið bara á eitthvað svipað eins og bara lítill transfer kostaði bara út úr búð hérna á sama tíma og þetta er BUZ10 heitir hann og ég prófaði þetta svolítið og þeir eru alveg fullgóðir sko svona upp á mig miðjast uppbyggjuna sko. Ég skal nú ekki segja sko ef maður ætlar að komast upp í 30 megarið en maður kemst með þeim klárlega upp í svona 10 megarið sko, alveg klárlega sko, ég meina svona upp í þá tíðni þá er ekkert í raun að sækja með því að vera með sérstaklega RF þetta sko. Og þetta er á þessu kluglegir sko og hvar er hérna púðinn? Þetta var bara hálf pappír. Já, það gengur alveg. Bara eitthvað gömul þannig. Það gengur alveg. Ég ætla fyrst að sýna ykkur kennilínu sem ég mældi fyrir svona feta, þennan feta, takk. Fyrir svona feta, bara á DSE, bara mældi þetta bara með jafnspennu og jafnströymi sko. Og gekk nú svolítið illa, þetta var skrifað bara með blýanti sko í svona lappkladdan minn. Þetta er ná góðri glæðir af því. Og þó, sko, sjáu þið, hérna er geitspennan, hérna, stýrispennan hérna á þessum ás. Og þetta hér er kennilína, bara beint yfir í straum. Sjáu þið, það er þröskulspenna. Ég byrja að leiða svona í kringum 3 volt. Og svo sé maður hennan parabóluboga til að byrja með og ennþá sé maður hluti boga en þetta er sem sagt ferillinn og þið sjáum yfir stóran part hérna þá er hann býsna beinn, er það ekki? Og þetta gerir það verkum að það eru raunin að hægt að smíða betri ádjómagnara með fetum heldur en með lömpum sko. Þetta er beinna heldur en held ég nokkuð lampi sko. Þannig að fetar eru klárlega náttúrulega það sem að þeir sem vilja fá sér hreinastan tónin eða með vilja fá
nostalgíutrippið með þessari gömlu bjögum sem eru í lömpunum, að þá náttúrulega fáði það ekki, sko. Já, allir gena gítarmagnaðar sem að sé, það allt saman lampamagnaðar. Já. En þetta tómar yfir silfurfossi með Já, þessu kortið með einhver klipping bara, þessi fössbox þeirra. Svo teiknaði ég hérna sko lógarheimskan kvarða, það svona, þetta lógarheimist hérna, það svona þess að það svona hjálpa manni að túlka þetta, en hvað var það? Þetta nokkuð gott. Síðan bjó ég til push-pull útgangsstig úr tveimur svona og ætla að sjá hvað það gæti gert. Og þá skal ég segja ykkur, þá var niðurstaðan ekki svona falleg. Já, það var líka erfitt að ná þessu, ég veit bara ekki, jú, þið sjáu þetta hérna sko. Sjáu þið hérna að þetta er sem sagt á þessum kvarða hérna er innspennan og þetta er LR-spennan út hérna. Volt hérna 150 volt hérna og nú er þetta svo dauft að ég alltaf mannið skipti alltaf þess að ákveðan mun á þessum tveimur kúrfum en þið sjáuð allavega að við erum með svona sæmilega línulegt, svo kemur svona hné í þetta og kemur svona þessi beygja hér miðbyggið og þetta sér maður ekki á DC þannig að þetta er náttúrulega bjögun og það var meira að segja sko þannig að þetta gæti orðið svolítið óstabílt ef ég ætla að stilla á ákveðin styrk út þá skreið þetta upp hérna á smá parti það var svona parametrisk möfnun í þessu og svona sem ég var nú fljótar að finna út meðalans út frá því hvað var á seiði að þetta er ólínuleg rýmd hún skiptir engu máli rýmdin á djótíðinu sko en þegar komið upp á radjótíðinni að þá fer rýmdin það er náttúrulega eins og í lömpum öllum tólum sko þeir eru einhvern svona tól hérna, þetta er svona fjalli að það er einhver rýmd hérna inn í fjallan milli þessara skauta og milli þessara skauta hér en þetta er ekki sko og í svona powerfeldu þá er þetta býsna stór rýmd. Þetta getur verið sko 1000 píkofarad þessi hérna, þessi eitthvað nokkur hundruð sko og í þessu stóru bara mörg hundruð píkofarad og þessi kannski aftur líka eitthvað svipuðu róli. En öll þessi rýmd hún er ólínuleg. Þannig að ef við erum að hlaða þessa sko rýmda þá hleðst það ekki upp, þá fær maður ekki spennu milli skautana sem eru réttu hlutfalli við hleðsluna af því að rýmdin breytist. Og það sem að gerist hér, það sem að skiptir miklu máli, er spennuháð, að við setjum einhverja sveiflu hérna svona á stýriskauti geit, það eykur strauminn, hérna er einhvern álag, þetta er bara eins og þokuský hérna, og þetta er veituspennuna sko, pluss 12 volt hérna. Og þegar að við sveiflum upp og eykur strauminn, þá sveiflast hérna dreinið, þá sveiflast það svona niður. Þá sjáum við þá lækka spennan yfir þessa rýmd og þá eykst hún mikið og sérstaklega eykst hún skyndilega mjög mikið þegar þessi spenna og þessi mætast. Og það er það bil það sem þessi spennutoppar mætast sem að þetta gerir svona vegna þess að þá heimtar þessu aukna rýmd í fjallanum sko, heimtar allt innu sko hlutfallslega miklu meira dræf til þess að hægt sé að stýra honum. Og það er náttúrulega takmörk fyrir þetta hvað dræfir, maður vinnur svolítið á móti þessu með því að hafa mjög öflugan dræfi með lágu útviðnámi sem við getum skaffað mikið straum en engu á síður er þetta vandamál. Ég var svolítið svona fyrir vonbrigðum þegar ég sá að þetta var svona, ég átti svo von á þessu eitthvað, en ég var svona dálítið fyrir vonbrigðum þegar ég sá að þetta var svona yfirgengilegt frávik, sko, sjáu þið. Þá var ég svolítið fyrir vonbrigðum. En þetta er nú samt sem var frekar mjúkbeygja og það tvennt sem ég gerði, sko ég náði úr tveimur svona á 12 voltum án þess að fara nokkuð mjög nálægt því að vera yfirgeraðinn. Þá náði ég úr tveimur svona traktorum, í push-pull 80 vöttum. Ég fór upp í 80 vött held ég þarna efst. Aflið er plottað hérna bara svona sem punktar hérna. 40, 50, 60, 70, 80 held ég. Náði 80 vöttum út úr tveimur. Ég gerði sko tvennt. Ég ákvað að vera ekkert að horfa í fjöldatranstora og þar að auki var ég búinn að ákveða að vera með 2 útgangsmagnara
þess að vera með þetta umfremi, redundancy, það er að segja til þess að auka rekstraröryggi. Og þar að auki, sko, ég þá með hérna í staðinn fyrir að vera bara með 2, þá ég hérna með 1 magnara. Þið sjáu hvernig þetta smíðað, kæluplötuna hér, það eru göt hér í gegn og svo þetta svona sko bara, þetta tekið þú bara með losar 4 skrúfur eitthvað slutt, þetta kom úr. Þetta annar útgangsmagnarinn og þetta hinn. Og hvorum sig push-pull og ekki bara það, heldur hvor helmingur í push-pull-stíginu það eru 2 hliðtengdir. Þannig ég með 4 feta í hvorum, ég með 8 feta í allt. Og miðað við það að ég gat nú pínt þetta upp í 80 watt, að þá hefði maður sjálfsagt sem amatör sko látið sér næja, annarkost þegar með þetta í mesta lagi að fara upp í 4 feta alls sko til þess að komast vel upp í 100 wattin. En af því að ég vildi leggja áherslu á bæði litla bjögun og mikið rekstraröryggi, þá bara fór ég upp í 8 feta. Þannig að það út af þessi hjálpaði svolítið. En svo nota maður neikvæða afturverkun og það nú eins og gert líka í bípólarlögnurunum og ástæðan fyrir því að þessi kyrfilega, hryllilega ólína sem maður í þessu veldisvísisfalli, maður tekur bara hérna í gegnum viðnám, lágt viðnám tiltölulega og hétti hérna sem DC-blokk, þá tekur maður bara afturverkun hérðan og inn á stýriskauti sem neikvæð. Og þannig getur maður minnka bjögunina eins mikið maður vill, það bara kostar meira dræf sko. En ég gerði það og eins líka þetta að vera ekkert að horfa í fjölda fetana. Svoleiðis að þegar upp var staðið, þá fékk ég út úr þessu, þá fékk ég sem sagt svona út úr hérna út úr öðrum magnaranum. Reyndar, ætli það sé ekki 2 þarna sko. Jú, það eru 2. En ég veit ekki hvernig ykkur tekst að sjá þetta. Þetta sem sagt push-pull magnari hérna og þetta örugglega 2 hér og 2 hér hliðtengdir. En ég ætla að sýna ykkur hérna hins vegar línuna hérna sko. Og þá hún sem sagt svona að nú man ég ekki lengur fast ég hafi nákvæmlega túlkað það en ég held að ég hafi teiknað hér til samanburða þráðbeinalínu. Þessa hérna, ég held að þetta sé þráðbeinlína til samanburðar en ég held að þetta sé raunverulega svona en ég sé að þetta heldur áfram hingað og ég var nú ekki hverju munurinn á þessu sko, þá var ég að rýna í þetta sem hér stendur. En þið sjáuð allavega að þetta alveg stórum betra heldur en þegar maður notaði enga afturverkun gerði enga sérstakar ástafanir. Enda þegar að þessi stöð fór svo í mælingu, þetta var á þeim tíma þegar að allt sem átti að selja hérna svona það þurfti að tegundaprófa það hjá radíóeftirlitinu. Og þegar hún fór í mælingu þá voru þið satt að segja svolítið hissa, þeir hérna sögðu þetta væri miklu betra heldur það sem þeir nokkuð vælt fram að því. Þetta intermodulations mælingin út úr þessu. Þetta 2 tóna mæling sko, þetta eru sem sagt tínenda sem eiga að vera, þessi 2 tónar, 2 audiotónar sem sendir út á efra hliðarbandi, hérna kargetínin og þetta tónandi 2. Svo eru þetta þessi millimótun, intermodulation, sem stafar af hérna blöndun á milli yfirsveifla. Og þetta hér sem teiknað hérna svona, þetta eru kröfurnar samkvæmt Evrópureglugerðinni sem giltu þetta. Og þetta eru fyrstu intermodulationsproduktin, það svo kallað 3. stigs. Sko 1. stigs, það bara æskilega verkið og sem á að vera. En 3. stigs, það stafar af svona 3. veldis ólínu og það eru þessi næstu hérna, það stafar af því. Og ég hafði þá þetta upp á hlaupa hérna frá hingað upp fyrir það, sko, svona. Og ég held að séu, sko, hvað 10, 4, það eru 2,5 decibel í rúðunni hérna, 2,5 decibel. Þannig þetta cirka, ég allar cirka svona 5 decibel þarna undir kröfunum þarna. En þeir sögðu að ýmsar tegundir sem höfðu verið að mæla bara stóðust þetta í og það fóru hér upp fyrir þetta hér.
En það sem að munaði sérstaklega á þessu, að það hvað hærri gráðurnar eru miklu daufari heldur en þeir höfðu séð áður með bípólar, sko. Að þeir voru kannski vanir, kannski voru einhvern með bípólar sem voru svipuð róli hér, en þá náði þetta, sko, þetta var sterkara. Þannig að það dofnaði miklu hægar, truflunni splattirinn, það dofnaði miklu hægar á bípólarsendunum sem voru vanir, heldur en á þessum sjáðið, svona. Og það var semst að tilfellið þegar maður var að prófa þetta, að þetta var mjög hreint, sko, að hlusta í kring. Ég sett hann í fyrsta skiptið í gang, bara í dag, og hún búin að standa í mörg ár, sko, hún var notuð upp á Hveravöllum mikið, allra fyrstu árin, þá var alltaf send skeyti, sko, á 3 tíma fresti, þannig hún var opin allar sólarhringinn, fyrir all fjarskiptið þar, en það leið nú ekki mjög langur tími, ég man ekki hvað það var þangað til að kom bílsími, bara fyrstu gerðinni held ég, þessum handvirka, upp á Þrándahlíðarfjalli sem að náði inn á Hveravelli og þá færðist nú töluvert af trafikkinni yfir á þann síma. En hann var nú samt oft úti, þannig að maður heyrði í þessari stöð, sko, í mörg ár, sko. En það var orðið tiltölulega svona sjaldgæft síðustu árin sem fólk var hérna að hún var notuð, það var þá helst bara þegar þurfti að hafa samband við einhverja ferðamenn sem voru þarna á svæðunni eða fólk sem var að spyrjast eða einhverja björgunaraðgerðir voru í gangi og svo framvegis. En hún sem sagt var bara í lagi. Það er tvennt sem bílað og það nú bara 2 perur sem eru í þeim mæli sem þessi við leiðum að kveikja á stöðunni, þetta S-mælirinn, sko, að það alltaf loga á þeim perum og þær eru farnar. En það kviknar ekki á perunum fyrir aflmælinn í sendingunni fyrir að svissa sendinum á, tekur hann sko slökkt á þetta, setur hann standby bara og þá kviknar þau ljós og þær perur enn í lagi. Þannig það allt í lagi með það. En aðeins var samt eitt annað sem mér fannst eins og séð, það er að segja automatiska level control, mér fannst það verið eitthvað slöggis. Mér fannst eins og það væri ekki eðlilegt, mér fannst það vera heldur lengi að grípa, sko. Og var svo að síga niður styrkurinn eftir að byrja að tala svolítið fyrst, sko. Það er eitthvað sem mér finnst það breyst, það gætu verið einhver rafvöngva þetta eða eitthvað tímakonstantar sem eru orðnir eitthvað skrýtnir. Það sem að lítur að þessum með rekstrarörygið, það var að fyrsta lagi að hafa umfremi og ég tók eftir í sála þegar ég var að skoða tölvupóst í kvölda. Þetta var ekki einhver umræð á IR-rappinu, þetta orð umfremi. Þetta er allt á hólfi. Mér sýndist Jón var að beina til mín já, þetta er á hólfi. Þetta er vitlaust hliðarband sem sagt. Ég veit að ég ber ábyrgð á ýmsum skrýtnum orðum, en ég man þetta ekki fyrir víst, en ég minni samt að ég hafi nú ekki, það sé ekki frá mér komið, ég hef bara séð þetta orð notað í sambandi með merkjafræði. Málið er að við notum eitthvað sendafl þess að koma upplýsingum á milli og ef að rásinn sem við erum með algjörlega hrein, bjónalaus og alveg gallalaus, þá þarf bara að senda svo mikið til þess að allar upplýsingar koma til skila. En svo er þetta að vera með ýmiskonar, það getur bæði verið í kerfinu og það getur verið mótunartegundinu sem maður notar, að maður sendi meiri upplýsingar en þarf til þess að endurbyggja merkið á móttökustaðnum og það sem er þá meira, að það er þá sagt á ensku verið redundant. Það er umfram það sem er bráðnauðsynlegt. En það kemur, ef þetta er rétt gert, þá kemur þetta gagni þegar rásin er eitthvað gölluð. Þá hjálpar þetta til við að fylla upp í eyður sem að koma vegna galla eitthvað eða truflana í sendingunni, sko. Og þannig er þetta notað í merkjafræðinni og þá finnst mér þetta ágætið svo, sko, umfremi. Það var þarna, Jón sagði að það var einhver orðabók ofauki, er það ekki? Mér finnst það verið aldrei neikvætt, sko, ofauki það er eitthvað sem að finnst mér að fela í sér að það sé ekki bara óþarfi heldur jafnvel til trafala. Það er svona neikvætt Já, það er eitthvað sem að maður er að þvælast með sem að mann bara frekar til trafala heldur hitt og hefur aldrei gagnað. En umfremi, það er bara umfram það sem er bráðnauðsynlegt en kemur að gagni ef eitthvað bjátar á.
hérna upp frá, voruð með alveg net, gott loftnetökum og? Já, þetta var það sem að var notað þetta, já, ég bætti reyndar öðru loftneti við. Það var loftnet sem að Sæmundur Óskarsson hafði teiknað og var sett þarna sem að var nú eiginlega svona blendingur af T-loftneti og L-loftneti. Bara eins og var oft notað, sko, á símónum og jarðnet á móti, sko, þannig að það var net sem að gaf alveg þokkalega skæfi en bara tiltölulega góða jarðbylgju. Þannig að það var, ég þrælprófaði það var mjög gott jarðbylgjusamband yfir Langjökul og út á Garðskaga á Orkneyjabótabylgjutíð, bara mjög gott, sko. Hins vegar var ekki jarðbylgjusamband styttrileiðina ofan að Kili og niður í Gufunes. Að þarna skiptir svo miklu máli að hafa svona mikið sjó þarna fyrir framan sko Garðskaga í áttina. Já, var ekki bara Garðskaga viðtakana svo bestan að í Gufunes fyrir 1929? Það minni. Jú. Já, það alveg saman taka. Já. Bara yfirleitt, sko. Annars var viðtakari 29 víða, sko, á landinu. Það voru fjartir. Já, það fjölgaði stöðunum, sko. Það var mjög gott samband í stöðu. Já. En ég bætti við Dýpól sem var náttúrulega slæmur upp á jarðbylgju en hann var þó alveg merkilega töluvert mikið betri þegar það var skæfið, sko. Og það var bara eitt snarið, þeir gátu skipt bara á milli. Og það fylgir þessu líka jafnstórum kassa, loftnestjúni. Ég bara vissi þeir var mikið efni fyrir kvöldi að koma með hann. En ég geti komið með hann eitt á seinna og sýnt ykkur hann. Og það til dæmis RF straummæli sem ég hann á að smíðaði sérstaklega í hann sem að, sko, nú orðið erfitt að fá þessa þermokoplumæla, sko. En hann nota bara svona venjulega DC-mæla, sko, sá mælir. Nú þetta er prinsipið, sko. Og þá í fyrsta lagi hérna þessi SSB-eining hérna. Í þessu viðtækið og SSB-generatorinn og svo ég með lítinn magnara sem að gefa út eitthvað að stærðargráðunni watt ef hann er keyrður alveg fullt út sem að drýfur hérna knýstigið, dræfistigið hér og það heyrnartólsmagnar og allt saman í þessu þannig að í rauninni þetta transíver, alveg sjálfstæður. Eina sem vantar það oscillatorinn sem stjórna tíðinni, hvað sem það VFO eða kristalloscillator. Og ég bara smíðaði 2 svona einingar og það bara mjög fljótlegt að skipta ef að þetta bilar. Og þetta sko langmesta sko rásakragðakið, það í þessu og það fylgdi bara með sem varahlutur önnur svona eining. Það þessi kassi hér, einn plöggur hér, það var að losa hérna hnappana af, losa þessa vængjaræðir, taka plögginn og svo var þetta skipta. Og þetta fólk sem var þarna framan af, að ég kendi þetta, ég lét alltaf skipta svona einu svona ári eitthvað svolítið bara til þess að það veri í æfingu að geta skipt. Og svo hérna sérstaklega loftnesmagnar hérna fyrir framan, af formagnari, sem að gerir bara næmari, bæti 30 decibelum við í mögnun, hann hér, en hann ekki bráðnauðsynlegur. Maður heyrir öll góð verki þó að hann myndi bila, sko. Og þá bara, sko, það var bara kveikt og slökkt og maður fyrir bara fram hjá honum ef hann hefði bilað, sko, þannig að hann var ekki krítiskur. Og semst þetta eina sem að hér hefði vantað, það er sveifluvaki, jú, og reyndar yfir sveiflufilter, útgangið. Þá hefði þetta verið svona cirka 1 svarta transíver. Og mér þótti það mjög sárt að þegar að Veðurstofan skildi upp á Hveravöllum þá skildi hún þetta og fleira eftir. Síðan kom aðrir sem að fengu afnot af húsinu eða eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta gerðist en allavega það týndist kassinn með varahlutunum sem var alveg sérstaklega merktum, öllum varahlutum, örygjum og öllu sem þurfti og þar á meðal þessar einingu. Og orginal leiðavísinu sem við fengu, það týndist, það skilaði sér bara kassandi 2 sko og talfærið sem var notað. En hérna, svo sjáum þið hérna, þetta sem sagt útskiptanlegt og þetta eiginlega bara svona QRP-transífur nánast. Sveifluvakarnir, þeir eru það margir og það sér í staðinn fyrir að vera með ég bara með venjulega litla feta í sveifluvakonum, bara jóðfeta, í staðinn fyrir að vera með 1 feta og skipta kristalónum, þá sá ég það að það kostaði svo lítið, 1 feti og 2-3 vinum og 2 þéttar eitthvað svoleiðis, að
að þetta það er sér oslótor fyrir hvern einasta kristall. Svoleiðis að ef það hefði drepist einn fetin sko, þá var ekkert annað en að bara færa kristallin úr því sæti í einhvern annan oslótor sem var í lagi. Þannig að það mátti alltaf bjarga sig með það. Það eru 8 oslótorar í þessu og mjög ólíklegt að allir getur bilað. Já, ég get látið ganga hérna, hérna þannig að Sparisjóður Reykjavíkur auglýsti samkeppni hönnun og ég vissi nú alveg svo sem að þeir höfðu ábyggilega þessa þröngu sín á hönnun, að það væri spurningum að hanna húsgögn eða kjóla eða eitthvað svoleiðis. En ég vildi bara vekja athygli á svona starfsemi, þannig að ég sendi þessa stöð inn sko, sem lagði þetta fram sem hönnun. Og þið sjáuð hérna, ef þið viljið sko, þið getið flettið, það eru myndir hérna aftan í þessu. Þá sjáuð þið hérna, svo ég þurfi ekki að rífa kannski lokið, tímið taka lokið af oslótorunum. Þetta sjáuð þið inn í þessa SSB einingu hérna, svona. Og hérna líka eitthvað starf, hérna sést inn í filterana, hybridin, loftnesrelegið. Þetta er knýstigið sem er tvöfalt, þetta hér, þetta hérna. Og þetta er útgáfsstigið og svo sá ég hérna eina mynd líka sem að er inn í oszillótorana. Ég þótti sjá það rétt á það. Jæja, ég leti ykkur bara að skoða þetta. Látið þetta bara ganga. Þið getið líka látið ganga hérna hinum megin frá. Ég fann megnið af leiðavísunum, sko orginalana fyrir leiðavísun, megnið af því fann ég minnstakosti og ljósritaði það í kvöld. Þannig að þetta var leiðavísunum sem þau fengu, veistu þau því. Í hvaða sæti var þetta er alltaf flott. Ég hef mjög kurteislegt bréf þar sem þau þökkum mig fyrir framlagi og þetta verið mjög athyglisvert. En þetta hefði ekki, þið bara endursendu þetta með þakklæti. Já, þeir hafa kannski var einhver kjól í staðinn. Ég held að vera eitthvað túskap, ég held að vera eitthvað stótt sem að var. En þá sjáum við hérna sko að næst tekum við hérna dræverinn, knýstigið, og það er tvöfalt. Það er A og B og ef þið sjáum á myndinu þá sjáum við það eru 2 einsingur og einn í kassanum. Þannig að annað getur brunnið yfir á þess að þetta hætti að virka. Og síðan er hérna power splitter hérna, sem að splittar hérna inn á útgáfsmagnarana og það er þá alveg tvöfalt sjáðu þið. Og hérna er power combiner sem er þarna og síðan fer þetta er sérlega loftnes relegið hérna og svo er hérna 2 low-pass-filter og með þessu 2 low-pass-filter ég man ekki hvað hvort það voru 60, ég held bara jafnvel 80 decibel svo var deyfingin og annar yfirsveifla þeir heldur aldrei sér aðra steyfingu sko, það er bæði filterinn inni. Það var nóg að hafa annað inni til þess að fullnægja kröfum en þau hafa ekki sömu cut-off tíðni. Ég hafði sko annað filterinn þannig að það náðu upp fyrir 80 metrana svoleiðis að þegar ég var þarna á staðnum þá hafði ég möguleika á að stinga kristall í fyrir 80 metrana. Og ég og konan mér, við vorum veðurátturna menn þarna eitt sumar, eða partur sumar, hálft sumar einu sinni. Og svo er hérna powermælerinn hérna, forward reflected, oft saman heimasmíðan. Og svo aflreglunni hérna, þetta er ALC-ið sko, sem að stillir hérna, levelið, automatic level. Ég ætla aðeins að gera að umtalseftir hvernig sem sagt þessu splittað hér og sameinað, splittað aftur hér og sameinað hér. Þetta er ekki bara tengt saman með einföldum hætti eins og hliðtengt eða eitthvað slíkt. Því ef þið gerir það, að þá er svo hætta á ferðum að ef það verður skammhlaup í annar einingunni, þá getur það kortlúta merkjunu inn á, eða frá inn á, eða frá hinni, eftir hvort þetta er að framan eða aftan. Þannig að allstaðar, það er innbyggt bara hérna í þennan, það er hér og svo aftur þessari. Þetta eru sérstakar einingar, sérstakar box sem er hérna þarna í kassanum. Þessi er splitterinn og combinerinn. Þetta er þess að kalla hybrid combiner. Og það er ráð sem að er þannig að það er einangrun á milli portana. Þetta er eiginlega svona, ef við lítum á þessu svartan kassa, að þá hafið við 2 port hérna, getur kallað A og B hérna, svona. Og svo er annars kallað summuportið, svona, þetta sigma, þetta summa, það er rauninni sko A plus B og svo delta difference ef hann er einhver, það er A minus B.
Og venjulega til dæmis ef þetta væri til þess að sameina frá 2 útgangsmögnurum hérna, 2 svona og áfram út til Lofnets, þá fara þeir hér inn á og þetta kemur sameina hér út. Ef það eitthvað mismunur hérna, ef þeir eru ekki eins magnarnir, missterkt til dæmis merki frá eitthvað slíkt, þá kemur sá mismunur fram hér. En undir öllum venjulegum kringumstæðum þá að vera allt í lagi. En til þess að til dæmis þessi sjáu alltaf sama álagsviðnám, hvort sem að þessi bílar eða ekki hérna, og þó að korslútaðist hér, þá setur maður hérna svona svolítið dömmilót og við getum bent ykkur á þér bara eftir það. Við náum að súpa hérna á hliðina á þessu kombænir, þessu stóra, og þá fer reyndar hluti af, ef að þessi dettur alveg út sko, hvort sem korslútast og opnast eða hvað sem að þá sér þessi alltaf 50 og engu og síður, alveg sama, þó við korslúti hér eða opnið ekki hvað sem en eftir því sem að það kemur minna og minna frá þessum, eða hérna hér, að þá kemur sá mismunur sko, þetta var A mínus B og ef þetta 0, en þetta verður 100 watt sjáðið, að þá kemur sá mismunur að hluta til fram hér, en að hluta til ferðað áfram. Þannig að það skilar sér ekki að vísu allt afli frá þessum, en stór hlutaði skilar sér áfram til Lofnesins, en hitt fer samt í að hita þetta að vissu marki. Þannig að tapa svo litla á þessu, en ekki svo að þetta sko, ég man ekki svona hlutubræða akkúrat hlutfalli sko, en þetta samt sem áður þannig að það vafamál hvort að viðmælið myndi heyra þó að ditt annað magnarinn, ef það væri góð skilir á annar borð, það myndi heyrast náttúrulega að það væri á vörpunum að draga sko. En sömu rásina hægt að nota sem splitter. Maður getur sett hér inn og tekið út hérna, ef maður snýr því við. Þannig maður getur notað svona hæbrita á báða bóga. Ég held ég sé ekki að teikna fyrir góður hæbrita, þetta er ekkert flókið, þetta sama á sko, símamenn kvöldu þetta sem voru sko, með símalínur og svona, kvöldu þetta gaffalspenna. Þannig að hérna, kannski ekki við það, Stefán Nótt. Bjarni, kvöldu þetta gaffalspenna. Og þetta er svona svipaðið svo þegar maður voru að setja huldulínur, svona prinsip, en við getum kannski rætt eitthvað að setja hvernig þetta fungerar. En þetta gerir það verkum að það skiptir engu máli hvort það var open circuit eða skamhlut í bilareiningu og það kemur aldrei í veg fyrir að stór hluta af aflunarbreyni skilir sér áfram til Lofnets. Síðan, já, hérna ég get sýnt ykkur þessa hluti. Hérna sjáu þið dræverinn, þetta er dræverinn og það eru báðir helmingarnir A og B inn í þessum kassa og þið sjáu það þarna á myndunum sko. Síðan þetta er inn á dræverinn, það kemur frá single sideband einingunni, hérna skúfunni sem hættir að skipta út, inn á dræverinn, út af drævernum og hérna stendur deilir. Þannig að hann deilir hérna, þessi hérna deilir frá drævernum inn á báða útgangsmagnarana. Svo kemur hérna frá útgangsmögnurunum og þetta heitir aflsameinni, sjáu þið. Þannig þetta er A og B, hérna inn á. Þetta er summuportið hérna, þessum útgangun Svo sjáu þið hérna á bretti, röð af 3 eða 5 watta vinámum, sjáu það. Og ég spreyja þetta svart til þess að bæta kælinguna sko. Og þetta er dömmilótið á differensportunum, þannig að ef annar magnari bila þetta þá myndi þessi vinám byrja að hitta svolítið. En engu að síður færi stór hluta af aflinu til Lofnets. Og svo alveg þetta að rekja þetta hér. Hérna kemur út úr sameininum og hérna Lofnes relegið. Úr Lofnes releginu yfir á annar lókvarsfilterið, yfir í hitt lókvarsfilterið, út úr því. Og hérna aflmælirinn og þá það komið út úr Lofnes tengið. Þannig að þetta blasir við. Viljið taka smá breyk? Ég á ekki vola mikið eftir svona til þess að klára þetta sko, en ég vil taka smá breyk núna. Sko. Það er nú eitt í þessu hérna að í fyrsta lagi þá náttúrulega með þessum tíma þá voru eiginlega allir mælar horfnir af hérna tálstöðu sem voru innfluttar. Er þetta svona með sirkjukraft? Já, þetta var frá 3M hérna eitthvað system, ég maður gæti þetta sjálfur. Það gekk eitthvað svona efni sko og ég var eitthvað að lýsa og gera eitthvað punktir. Þetta tókst hansi vel en ég sé að það nú aðeins farið að slitna hérna stafirni sko. Og ég rakst af mér þegar ég var að grafa þann gamla pappina, þá rakst ég þess að ég hef teiknað upp á smjörpappir. En þið sjá hérna, það er hérna mælir
sem að efri mælirinn sem að, hann S-mælir. Hann S-mælir í móttöku. Síðan hérna skiptar inni með 6 stöðum. Þannig það er að mæla alls konar hluti. Þess að væri svona úr gömlum tækjum að hérna maður gat stilt sko og lesið hvað var að gerast á hinum þessum stöðum. Þannig þetta er svona fjölmælir og það er rakið í leiðbeiningunum fyrir notendur sko. Þannig það átti að fyrir svona sæmilega tæknilega sinna fólk, þó að það var ekki neitt radíofólk sko, þá átti að lengi að geta fundið út úr hvað það geti gert. Þetta var að mæla til þess óbalansi sko, sjá hvort það verði fannir einhverju fétar og svona, það var að mæla það og mæla straumdótt og svona. Ef þið stöðu 1 hérna, eins og hann á að vera venjulega, stendur leðurvísunum, þá er þetta bara DC-straumurinn í sendingunni sem er á þessum mæli. S-mælinn hérna, ég kvað hann ekki í S1 og 2 og 3 og svo framvegis, heldur bara í decibelum yfir mikrovolti. Og þegar að formagnarinn er notaður, að ég gaf upp, sé ég hef gefið upp að það væri 10 decibela signal noise hlutfall, bara mjög gott fyrir læsileika, að það næðist við 0,1 mikrovolt. Ég sá líka pappírinn þess að ég var að mæla þetta og það var 0,06 mikrovolt. Þá var komið 10 decibela signal noise hlutfall ef maður notar formagnarann. En sjálfsagt ekki staðar samt undir mikrovoltunni, kringum mikrovoltið án hans. En þetta er þá bara í decibelum yfir mikrovoltið, þannig að þetta er eitthvað svona alvöru eining. Þetta er alvöru spennumæling frá lofnitinu. Og þetta er síðan sendiaflið hérna, það er þessi neðri mælir hér. Var það hérna upp í 100 vött. Og hann fer svona eitthvað millibil á milli þess að sýna meðal og pík. Þannig að þegar hann sendir á svona 100 vöttum pík sko, að þá dólar hann kannski, sko, hann sýnir meira heldur meðalafli, hann dólar kannski svona miðjan skala, kannski 60-70 eitthvað svoleiðis. Eitthvað nálægt í. Þannig að þetta er svona eitthvað svona, en við karriér, sko, bara stöðan karriér og það er að senda hérna lítinn karriér til þess að tjúna þegar maður var að stilla loftnestjúnarinn og svo líka bara því að ég kunni mors að þá vildi ég endilega hafa mors, þannig að það er að senda mors, það er þetta mikið við þetta. Já, ég sá það á tenningu hérna með. Já, og ég hérna skrifaði sem sagt hérna símanum og baði leyfi til þess að það mættu búa stöðuna til morssendinga bara svona í neyðartilviki eitthvað svoleiðis. Stundum gætu verið amatörar hérna fenn sem gætu komið einhverju gegn á morsi ef allt annað brygðist og svona. Sigurður Þorkelsson þá var skólastjóri hérna Loftskeytaskólans og hérna honum fannst dálítið vegið að stéttinni með þessar uppástungu. Svoleiðis að ég fekk neitun. Það mætti ekki búa þetta til morssendingar, þannig að möguleikinn er bara hérna á hnappinu og svona, en ég setti aldrei morsleikir á staðinn. En ég ætla að hafa það með ef ég var á ferð sjálfur, sko. En sko, ég gat alveg ímyndað mér það að þó það væri bara eitthvað svona sæmilega áhugasamt fólk sem að gæti, maður getur fljótur að læra að geta sendt á morsið og maður getur ekki á móti. Og ég sá fyrir mér að Stefán og Handmenni Guðunis er ekkert að lægja voðalega mikið lífið við og rosalega truflanir og þá gæti verið að þeir gætu náð einhverju örlega ríku skeyti á morsi, sko. En Sigurður Þorkelsson, hann var ekki sáttur við það. Það stóð í bréfinu, sko, að það yrði einungis íhugað ef það stæði til að hafa hann á loftskeytaminn á vakt. En var Sigurður Þorkelsson ennþá hvað 80 ára sér? Já, ég man ekki betur en það verið hann. Já, ég man ekki, jú, mér minni endur það verið hann. Ekki það, ég verið, já. Það var ennþá, já. En hérna er yfirlit yfir þessa mælupunkta sem hægt er að nálgast hérna með þessa snara hérna og nota þennan sem fjölmæli. Staða 1, sko þetta er kerfið, þetta er SSB-einingin, þetta er knýstigið, splitter, útgangsstigin, kombænir, útlofnir. Og númer 1, venjuleg, það er straumdrátturinn, það er DC straumdrátturinn inn á útgangsstigin, hérna frá 12 V veitu. Númer 2, það er straumdráttur inn á dræfistigið, bæði dræfistigin frá DC veitunni hérna. Staða 3, þá mælir hann hátíðnimerkið hérna og ég gaf upp í leiðbeiningu til hvað átt að sýna sko undir eðlu og það með þess að þau ykkur töflu. Ég kendi þessum sem voru þetta fyrst að fara í gegnum, gera svona mælingar einu svona ári og skráða, það var til þessi tafla, útfyllt ég sá hana útfyllt eitthvað til einhver ára sko.
var þess að gera svona prófanir. Og hátíðnimerkið hérna út úr gnýstíginu, ójafnvægi, ef það væri komin óbalans í hérna spilaður feti í öðru dræfistíginu, þá kemur það fram hér. Og hvað ójafnvægi hérna milli útgáfsmagnara. Og svo er þetta að fá hátíðnimerkið hérna frá SSB-einingunni sko. Og hún gat sem sagt skilað einhverju svona broti úr vatti, alveg þokkalega út sko. Einhverju broti úr vatti og fyrir mann sem hefur notað QRP sem kringum 100 millivött á eiginfón hérna í gamla daga og hann að fjöllum alveg ítrekað, að þá gerði mig grein fyrir því að þó að allt saman myndi brenna yfir og það væri bara þessu og það voru tvær svona, að þá væri í versta fall þetta tengja loftneti bara, þið sjáu það sem að BNC tengi, það er hægt að breyta tengingum alveg að vild. Það væri, ef allt annað þriti getur mann allavega sent bara beint á einingunni þó að það væri kannski bara nokkur 100 millivött og það gæti alveg heist í góðum skilurum. En þá er hérna yfirlit sem að ég hef nú bara ekki litið á síðan þá, ég bara tók glærurnar á þess að kannski rekum eitthvað í vörlurnar. En þetta er yfirlit sem að, úr bókinni sem að er fyrir glöggar manneskjur að geta bjarga sér ef eitthvað gerist. Annar útgangsmagnari farinn og þá ef þessi bilaður og þessi í lagi að þá að vísu kombænir gera verkum að þetta hérna virkar eitthvað síður ef við spáðum í það hérna í hérna frímínútonum að maður vissi náttúrulega 3 decibel við að missa aflið frá þeim sem bilar og síðan skiptið til helminga. Það er alveg ljóst þegar maður sér fyrir sér sko annars vegar skamhlaup opið að maður missir þá fer helmingurinn af helmingnum sem eftir að þá fer helmingurinn í hérna terminasjónina á kombænetum og hybridinu og helmingur fer áfram til loftnets þannig að þá dettur hann úr 100 vöttum niður í 25 vött og það eru 6 decibel og það er nú bara 1 decibel þannig að það er gott signal og þá skipta það ekki miklu máli, 1 decibel. En með þessar aðgerð hér að þá er hægt að náttúrulega aftengja þann sem er bilaður, taka þetta hér í burtu og tengja loftnesliðan, þar sé relegið, beint á þennan og sleppa þessum hér. Þá erum við komin upp í 50 vött með þessar aðgerð. Svo hérna ef að báðir útgangsmagnar eru farnir, þá er ekkert annað að bara hlaupa alveg yfir útganginn. Það er að segja bara taka þetta hérna úr sambandi og tengja út úr knýstíginu alveg beint út í loftneslegið og knýstígið að það gefur þá um það til 10 vött og það alveg klárlega er mjög gagnlegt ef annar borð já, ég bara sko þetta eru 10 decibel og miðað við hvað jarðbylgjan var góð á Karlskaga þá hugsa ég bara að 10 vöttin hefur líka dregið svona ef ekki var mikla truflanir sko úr loftinu að þá hefur það dregið líka á jarðbylgju á Karlskaga. Svo er hérna ef annar helmingurinn hérna dræfernum A eða B er farinn ekki þarf að breyta tengingu stilli sendistyrkin í hámark að þá er það bara einfallega þannig að annar helmingurinn hann dugði alveg hann var það yfirdrifinn sko að hann dugði alveg með því bara að stilla sendistyrkin í hámark skrúa dræfið meir upp að þá dugði alveg annar til þess að drífa þetta og síðan er hérna ef að báðir dræverarnir fara, bæði A og B sem er ekki voðalega líklegt, er rétt hugsanlegt, ef að það gerist að þá er hægt að tengja hérna að nota annan útganginn sem dræver fyrir hinn. Skiljið, þá tengir maður þetta að nota annan útganginn sem er í lagi sem dræver og hérna inn og svona. Og þá tekið fram að það megi ekki fara upp fyrir 9,5 með hérna dræfstillinguna sko, vegna þess að þessi náttúrulega, það er kannski ekki sérlega hollt fyrir þennan ef að fengi nú inn á sig allt aflið sem að þessi geti gefið sko. Þetta var alveg möguleiki, ég prófaði alla þessa möguleika, báðir knýmagnarar og annar útgangsmagnari farnir. Að þá er þó betra en ekki að reyna að magna þetta sem er eitthvað sem innan við vatn sko, að magna það þó með magnara sem er í lagi. Ef að þessi hérna 2 eru bilaðir, að þá er samt sem árætt að magna þetta upp og svona 10 sinnum eitthvað svoleiðis og það komið þá upp í svona 3 vött, sjáum við til.
Og allt þetta bara að færa þessi BSC tengi, bara að átta sig, hafa bara yfirlit yfir þetta og allt merkt eins og þið sjáið, þannig að það var möguleiki. Báðir knýmagnarar og báðir útgangsmagnarar farnir, þetta alveg eins slæmt og gæti orðið, að þá bara keyrir maður beint á þessu QRP þarna út úr SSB-einingunni og stillir bara dræfið í hámark. Og svo hérna annar knýmagnar og annar útgangsmagnari farnir, þetta sértilfelli af 1, tengið 1 en stillið sendistyrkur í hámark. Þá ætti að fást 70 vött út. Annar knýmagnar og báðir útgangsmagnara farnir sértilfelli af 2. Tengið og stillið 1, það bil 2 hálfsbatt. Og svo framvegis. Já, hérna sagt þó að 0,13, kannski er þetta sem kemur út úr SSB-eininguna, það er ekki verið með 130 millivött. En bitaboxið mitt sko, að það er á svipuðu róli bara á Eyjum, þegar svo var mett á Eyjum í gamla daga sko. Þannig að og ég var aldrei sambandslaus á öllum mínum ferðum hálendið og jöklarlandsins árum áður. Og þannig að ég veit að það er alveg hægt að hafa gagn á svona í slafi. Nú, þetta er þá svona yfirlit yfir þetta sem ég kallaði þá umfremi í þessu samhengi, að það er, og líka allir þessi tengimöguleikar sem þarna komu til greina. En hefur nokkuð tíma reynt á þetta? Ha? Við reyndi nokkuð tíman á þetta? Nei, sko, hún er í lagi núna, ég er búinn að tekka á því, eftir 26 ár. Það fór, minni mig einu sinni, einn feti í útgangi, bara fyrstu mánuðina, eða einhvern tíma mjög snemma. Ég skipti einu sinni feta í útgangi. Útgangi eða hvað? Útgangi, já. Og og síðan ekki svona meir. Það er bara svona dæmi ekki barnasjúkdómur, kannski einn feti verið eitthvað gallaður. Og bara síðan ekki svona meir, sko. Og miðað við svona hvað önnur radjótæki sem maður þekkti hér á árum áður þurfti að fara svona til ritgerða, þá finnst mér það nú ekki slæm frammistaða, sko. Þetta er svona spekkurnar, jafnspenna, 13,5 volt svona nóminal, en sko hún virkar alveg niður í 9 volt. Hún er alveg notað niður í 9 volt. Og það er ekki hægt að segja alla amatörtransífera, þeir detta sumur út bara með það réttinni fyrir 12 voltum. Eða bara að bjaga eða tíðin óstöðug. Já. Já, varstu með einhver SSB-síður eitthvað? Uppesætband eitthvað svoleiðis? Já. Það er síu aðferðir sko. Það er síu aðferðir, það er í einingunni þarna. Það er sama síja notu fyrir sending og móttöku á 9 megarinn. Á 9 megarinn, mjög, þessar tísku, ég man ekki hvað það heita, þessar tísku sem voru taldar mjög góðar alltaf. Og hérna sjáum þið alls konar straumdrátt og svo framvegis og sendiaflið sjálfvirkreglun á hámarki 100 vött, það var bara í samræmi við reglurnar sko. Og en ef maður keyrir á 13,5 voltum sem er nú spennan á veldöðnum geimi eða ef hann er á einhverju hleðslu, að þá geta þessi tveir útgangar svona, þeir réðu alveg við kröfurnar intermódulation við 140 vött sko. Þannig að þetta var vel umfram sko það sem að kröfurnar sko. Og ef maður keyrir hann, ef ég bara mældi það út í dömulút og svona, ef maður var að keyra sko svona eins og amatörar, ef þetta þarf ekki að fullnægja svona sko professionalspekkum sko, að þá er alveg hægt að keyra þessar tvo svona saman upp í 200 vött pepp sko. Það er örugglega ekki meira splatti frá því heldur en er bara svona gengur og gerist frá amatörum sko. Og já, hérna þess að ég gaf upp sko 0,1 mikrovolt, ég veit að ég mældi 0,06 til þess að hafa 10 decibel. Og átjómagnarinn sem ég setti í dag, hann getur gefið 8 vött út sko, þannig að hann gat vel drifið, það sæmla stór hátalar í þessu sko, en svo var líka gátu verið fleiri hátalarar sko. Þú nefnir, Bjarni,
þetta með það nefndir það hvernig Sigmundssambandið verið búið til. Ég held kannski líka að ég væri með glæru eitthvað mælingarnar, það þarf ekki að vera. Hérna sjáum þið stöðuna þar sem ég er nýbúinn að setja hann upp á hérna Hveravöllum. Þetta var stakt Sigmundssamband viðtæki sem ég smíðaði fyrir þá vegna þess að við vorum byrjað svolítið að nota Sigmundssamband á að ekki krafa að skipta. Þannig þau voru konum með Sigmundssamband viðtæki frá mér og þetta er líklega formagnari sem að lausi hérna sem að var svo notaður í verklegri æfingu hjá mér í skóla. Og ég hérna lét á hafa hana fyrst með svona borð, svona Turner, dýnamísku mikrofón. Og hérna, og við prófuðum það töluvert og það þótti mjög áferðafalleg og fín mótun. Ég prófaði það við sko 2 eða 3 úrvalsdeildarmenn í Gufunessi, hvort þeir myndu kjósa. Og það var í volum með annað talfæri sem var bara gamalt talfæri frá gamalt sko landsímastöð þarna. Við settum bara saman konar plögg á og það er það sem eina sem er með réttum plögg núna sko, kildinni. Og það er bara þessu gömlu hérna svörtu, svona eins og símtól sko. Og þeir vildu það heldur. Þeir sögðu að það væri sko, þeir sögðu að þetta sker sig betur í gegn. Sko, hittir á stúdíóvert. Þeir vildu bara hafa svona dálítið. Og ég held að það sé alveg rétt sko, að það var svona ekki alveg eins rosalega sko BBC-legt sko, en ég bar þetta undir 2 eða 3 sko, menn á mismunandi vöktum hana og fékk þessa niðurstöðu, þannig að það var það sem var alltaf notað, eða lengst að notað, það var aðeins notað fyrst þessi. Og svo sjáu þið hérna að ég setti einhverja skrifa einhverja fréttatilkynningu sé ég, sem ég senn að senda á blöðin, ég veit ekki hvort einhverju byrstu það. Að það væri búið að hanna nýja íslenska SSB-stöð. En hérna, þetta er hjartað í hérna móttakarnum og Sigmundssamband generasjónni. Þetta er bara þannig að, sko, þegar ég var framhaldsnámi út í Ameríku, þá einmitt kynntist ég, það var akkúrat á deildinni sem ég var á að þá hafðu menn unnið mikið svona eiginlega frumkvöðlastarf í þessu sem að lítur að þessu með bjögun í hérna mögnurum og öðru slíku. Og sérstaklega bjögun í mixerum og móturum. Og þar sem sagt kristnaðist ég alveg til þess að með því sem að þá var völ á að þá voru eiginlega sko díóðu mixerar eiginlega það besta sem að völ var á. Þannig að ég vissi það alveg, ég ætlaði að gera þetta með bara sko ring svona módulator sko með díóðum. Og hafa síðan bara gott kristallfilter og man ekki ennþá nafnið á þessu þýska fyrirtæki sem var frægt meðal amatöra sko í áratugi fyrir að vera með bestu kristallfilterinn. Og þetta er sko 9 póla filter eða eitthvað svoleiðis, þetta er mjög gott filter. Og ég var ákveðinn að nota svoleiðis kristallfilter. Og ég var svona byrjaður að eiginlega svona hamla þetta. Þá rakst ég á þetta frá, þetta er bara úr Radcom sko, bresku blaði. Það er G4CLF. Að alveg á nákvæmlega sama prinsippi var hann búinn að hanna svona og búa til prentrásarborð sem er einmitt sko díóðu mixer og það er líka þessi hérna frá Minicircuits. Kristallfilter, þetta var alveg sama sko eins og ég ætlaði að nota, svo ég ákvað bara að panta mér frá honum prentborð og nota þetta. Þannig að þetta er svona, þessi partur akkúrat, þetta er svona frequency, eða mótunin og afmótunin þetta er bæði, eiginlega meira og minna rásirnar eru notaðar fram og tilbaka, bæði sending og móttöku sko. Þannig að mixerinn í viðtækjunu sama og hringmótarinn fyrir sendinguna og auðvitað sama filterinn. Og þessar díóður hérna, þetta er switching díóður til þess að snúa við stefnunni í gegnum þessi tól sko, út að senda að taka á móti. Þessar rásir, já hérna þetta er Carrier oscillatorarnir sko, ég held að ég hef sleppt öðru sko, þannig hún er bara fyrir uppi sideband eins og hún er sko. Þannig ef ég ætlaði kannski að nota hann eitthvað 80 metrum í framtíðina þá er ég sennilega að setja annað Carrier á slottar sko. Og en þessar rásir eru þessar rásir frá Plessey, ég veit ekki hvort að Bjarni mannst eftir þeim.
Nei, hvað séu? Frá Plessey. Það voru dálítið sniðugar ICR-rásir, alls konar til þess að nota í svona ICR-rásir sem að, svona analóg ICR-rásir sem henta í viðtæki og low-level hlutana í sendum. Og hérna, og þannig það er eitt svona inn í SSB-einingu, þá er þetta bretti sko, og svo er push-pull-magnari sem við með fyrir aftan og filter og oscillator og svona sko, það er fleira hérna með þessu. En hérna, það út af fyrir sig þetta að vera efni í annað fyrirlestur, kannski að útskýra svona transið, svona prinsip, þetta er mjög einfalt prinsip, eða með vilja smíða sér, sko single sideband. Það er mjög einfalt, ég get sagt ykkur bara hvernig þetta var til, þetta er þessi hugmynd með 9 megariðil, þetta er eldgamalt. Hérna, þú veist að Bjarni það ekki, að við vorum sko með 9 megariða millitíðni hérna, kristallfilter, og 1 VFO. Og með VFO sem að er þá 5 til 6 MHz, að ef þið notið summutíðnina, þá fáið út úr þessu sko 14 til 15 MHz, er það ekki? Það fer ekki svona hátt, það er sérlega 5,5 bara þá, svona, og þetta fer upp í 14,5, þá fáið 20 metrana. En svo getur notað sama VFO-inn og dreigið frá. Þá fáið þið 9 mínus 5, það eru 4 MHz og mínus 5,5, það eru 3,5. Þannig að með einum og sama VFO-num, þess að þurfa ekki að vera með að færa VFO-tíðna til eftir böndum, að þá var svo auðvelt að smíða single sideband, og það var mikið þetta að amatöra smíðuðu sér svona single sideband transívera á árum áður sem voru bara 80 metrar og 20 metrar. Já, þá kannski fengið logo sideband fyrir neðan, sko. Já, en það er ekki vegna þess að það hefur verið nauðsynlegt, heldur var það til þess að hefðin myndaðist að það nota uppi sideband á 20 metrónum og lower sideband 80 metrónum. Já, það var oft nefnilega veldig fyrir sig hvers þetta er, sko. Já, það er vegna þess að í öðru tilfellinu sko þá varst að leggja við og hinn draga frá, þannig þá snýst tíðnirófið við. Svoleiðis að það er ástæðan fyrir þessari hefð hjá amatörum. En amatörar er þeir einu sem gera það. Öll kommersiál fjarskipti eru bara uppi sideband. Líka á þessu sko á HF og MF. Sko, en þetta var sem sagt svona, þetta er tiltölulega einfalt prinsip. Þannig að ef við vilja smíða sér eitthvað svona alveg frá grunni, þá er þetta það sem er svona einfaldast og stöðvast í þessu skil. Já, af því líka þetta eru aðrast á böndin, sko, 40 og 20, sko. Nei, 3 og... Já, og fyrir okkur til dæmis bara fyrir, sem erum ferðalögu hér, sko 20 metrarnir eru jafnbesta díasbandið á Íslandi. Það er bara svoleiðis. Af því við erum þetta norðarlega og allt þetta. Að það er jafnbesta bandið, en 80 metrarnir eru innanlandsbandið. Þannig að maður bara vel settur á ferðalagi með 20 metrana og hérna 80 metrana. Hérna fann ég þessa teikningu úr hérna labbkladdanum. Þetta er Loftnes aðlögunin eins og hún varð á endana sko. Þetta er eiginlega gamla landsíma tankrásin með töpuðum úttökum hérna. En svo eins og var vissi nú sko að þegar maður var að tappa mjög neðarlega þá er kúplingin hún svo laus. Þetta er loftspóla, bara með loftkjarna. Þannig að þið sjáu að fyrir neðstu úttökin hérna þá er ég með spenni á þeirri kjarna. Hérna til þess að, og það er fyrir, þetta er 56 óma úttak hérna. Og ég fer svo alveg niður í 5 óm hérna sko og ég tek hérna næstu 3 úttök fyrir neðan þess að fá þéttari segulkúpling og þá nota ég hérna svona spenni. Og svo er hérna, get ég bætt inn, þetta er bara tankþéttirinn, og svo get ég bætt inn aukarýmt ef maður fer sko á lægri tíðnir og maður getur hlittengt spólu til þess að minnka hitaspannið ef maður fer á hærri tíðnir. Þannig þessi tjúnir er ábyggilega fínt frá 1,5 megarið upp í 5 megarið. Kannski er þetta að nota hann á 7, ég hef aldrei prófað það sko. En hérna er þessi straummælir. Þetta er bara vírinn hérna. Það er bara einn sem sagt, bara vírinn beint í gegn á hringkjarna og skermur á milli og þá eru 50 vindingar hér og svo terminera ég það yfir í svo bara eitthvað kóas hérna þangað til þetta kemur á þægilegri staði í rásinni. Þannig að þetta er RF sko sem ég fæ hérna
En þetta straummælispennir sem að þýðir að maður þarf að leggja á hann lágt viðnám. Og ég með 200 ohm sé ég hér á milli og 1 á móti 2 spennir í vindinga, það er 1 á móti 4 í impedans, þannig að 200 ohmin það er 50 ohm. Þannig að terminasjónin hérna á þessa 50 vindinga er 50 ohm og vindingahlutfallið þá 50 vindingar yfir í 1 og það er niður í 1 ohm og svo aftur 1/50, þetta er 0,02 ohm sem að er raðviðnámið í straummælingunni, 0,02 ohm sko, sem er bara raðviðnámið. Þannig að það er þessi munur sem að sumir gera sér ekki kannski grein fyrir en hvort notið spenna sem spennuspenna eða straumspenna, það er ekki það sama. Maður þarf að lóta þá mjög mikið þegar eru straumspenna sko. Þannig að 50 ohm álag hérna 50 vindinga. Og svo er bara spennudeili hér og það er bara, svo er þetta bara afriðl hérna og svo bara DC-mælir hérna, mikroampere-mælir. Þetta er bara til þess að hérna auka næmnina á mælingunni þegar maður setur hann í tjúnstöðu, stilli þarna framan á. Því þá svona 10 watt sem fara út og bara til þess að mælandi liftist almennilega. Og þá kviknaði rautt ljós man ég á tjúnetum sem stundur ókvarðaður þegar þeir verða að stilla, það bara til þess að tjúna í hámark. En sko það er bara skiptari og þessi straummælir, hann var bara býsna línulegur og virkaði mjög vel og bara eins og á fjölmæli hægt að hafa 1 ampere, 2 ampere, 5 ampere eða 10 ampere full scale í flexion. Það eru sem sagt á honum þarna 4 mælisvið. Þannig að ef þið viljið smíða ykkur eitthvað sem að, ég veit að hann snar virkar á 160 og 80 metrum. Ég veit ekki hvað ég myndi ábyrgjast hann langt upp eftir stuttbylgjunum með að vera réttur, hann virkar alveg örugglega, en hann var alveg prýðilega réttur þarna á þessum lægri tínum sem hann var ætlaði fyrir. Og þá er þetta að smíða sér bara straumfjölmæli fyrir reverb. Hafið einhverjar spurningar? Það verður gaman að fá það að teikna af einhverju. Já, teikningin er ofboðslega kraftbímaður og þetta er nú, sko, það var alveg heil svona gorma, stór, A4 gorma stílabók sem að fylltist og múlega það, svona sem platti hjá mér, sko. Og ég hef aldrei unnið þetta upp neitt öðru sem bara þetta er þar, nema þessar hluti sem ég er búin að sýna ykkur núna, sko. En við minnið samt að ég hafi nú alltaf að taka hérna, nei það var, þið sáu það áðan, sko, teikninguna bara hérna útgáfsmagnarann. En það er allt saman bara svona á einhverjum dálítið daufum blýantstekningu hjá mér. Stórfínt, mjög áhugavert, kannski ekki bara fyrir stöðuna. Já. Það tala straum, spenna og spennu. Já. Og current-ballón, sko, og voltage-ballón sem við kalla. Já. Það er fræðilegt eitthvað fyrir mig. Já. Hver munurinn er þetta svona fyrir fram? Nei, ég ekki beinlínis. Hvað þú færi í netið, ég var með sko. Já. Ballón er 1 á móti 1 eða 4 eða hvað er. Já, en sko, Hérna, já, þetta er góð spurning, sko. Þið kannist við þetta, það er talað ýmist voltage-ballón eða current-ballón. Og málið er það að, sko, það skiptir engu máli hvert vindingahlutfallið er. Ballón er bara þannig að hérna getið þið komið með coax, svona, óbalansera, það er að segja með annan punktinn í jörð. En svo takið þið hérna út balanserað, eins og við værum með svona opna línu eða tvinnlít, svona. Og ballónið það á að breyta þarna á milli. Mjög einfalt ballón væri bara eins og spennir, sem að geta verið dræfispennir fyrir push-pull, eins og bara á audio, sko, bara svona með miðúttæki, svona, sjáu þið. Þannig að þetta hérna er jörð, þetta hérna er líka jörð, miðjan, svo setjið þið merki hér inn og svo fáið þið svona, bara mótfasa hérna, sitt úr megin, svona. Þetta er ballón í sjálfu sér, bara þannig svona venjulegur svona spenni fyrir push-pull að það er ballón í sjálfu sér. Ef þið, sko, eitt af því sem að ballón á að gera, meðal annars, sko, þetta getur gefið okkur svona mótfasa spennur, sko, jafn stórar. En svo er annað sem að er oft, sko, spurningum, og það er hvernig virkar þetta til þess að bremsa common mode straum, eða samhátt. Sko,
Venjulegt á svona tveimur línum, ef þetta nota sem fæðilína eða símalína hvað að það að straumur, sem sami straumurinn fari eftir öðrum bílnum og koma tilbaka eftir hinum. Það differential mode, eða misháttur. Og það venjulegur transmissionlínuháttur og þá geislar hún ekkert frá sér vegna þess að þetta gagnstæðir straumar mjög nálægt hver öðrum og þá upphefst útgeislunni frá þeim. Hins vegar getur það gerst af ýmsum ástæðum að það komi straumar kannski svona hérna eða fara, skiptir ekki máli, en þeir hafa sömu stefnu eftir báðum vírunum. Það eru þá straumar sem að nota báða vírana eins og einn vír sé. Bara, nota það bara eins og hliðtengda. Og það það sem kallað common mode straumar eða samháttastraumar. Og það óæskilegt vegna þess að þá skiptir engu máli hvort með tvo víra eða bara einn vír sem flytur sama straum. Það bara sem sagt einhver leiðari með straum í aðra hvora áttina. Og engin straumur á móti til þess að rúlla hann út, balansera hann út. Og hvað erum við þá með? Ekki fæðilínu, heldur loftnet. Og það þannig sem að fæðilínu verða stundum óviljandi loftnet hjá okkur, partur á loftnetu. Ef við viljum drepa þetta, þá getur þetta verið spurning hver impedansinn þegar þessi straumar hérna og svo myndu þau sameinast hér og það eðli hátíðnistraums að leita alltaf út á yfirborðið